Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Ég heiti Axel Pétur Axelsson og minn ykkur á ef þið viljið gerast áskrifundur að þá smellið þið hér á neðan og bjölluna ef þið viljið ekki missa af neinum vísdómsorðum. En í þessu vídeói ætlaði ég að tala um borgarlínuna. Ég gekk í Framsóknarflokkinn eftir hrunið og svokallaða hrun á Íslandi og var nokkra mánuði þar þegar að Framsóknarflokkurinn talaði um að hreinsa sig af spillingu og sullum-bulli. Og ég sagði úr flokknum þegar ég komst að því að það var hóks eða blekkingar. En ég hins vegar kynntist mikið af góðu fólki í Framsókn sem var með kerfisbundnum hætti snuðað framgang. Og það var eiginlega þar sem ég áttaði mig fyrst á því að kosningaúrslit eru lesin en ekki talin. Því ég sá kosningahóksinn meira sig alveg niður á þann level, niður í það sem þið kalla grasrótina. En þar myndist ég á, þar var verið að tala um samgöngur og ég sagði að lest væri einfaldasta leiðin til að leysa samgöngumál. Það er bara einföld verkfræði. Eins og það er einföld verkfræði að bein lína er styðsti farvegurinn á milli A og B. Það er ekkert sem getur afsannað það. Það er bara staðreynd. Og og ég lagði þá fram hugsýn um það að gera járnbrautarlestir sem væru hannaðar og útbúnar á Íslandi og ég lýsti yfir áhuga á því að koma inn í þau hönnunarteymi og ég talaði um að þessar lestir yrðu keyrðar á vetni sem að framleitt væri með vindorku og vetni er fullkomlega hættulaus aðferð við að keyra lestir og ef það er gert rétt þá náttúrulega að gera það með ákveðnum hætti en það er hægt að gera það þannig að það er algjörlega hættulaust. Þú þynnir tankinn með ákveðnum tækni þannig að ef hann springur þá springur hann bara upp í loftið. Springur í loft upp eins og við segja. En það er löngu búið að leysa þau mál. En nú eru menn að tala um borgarlínu til dæmis. Og mér finnst að menn ekki alveg ná konseptinu sko. Sko ef þið horfið á samgöngukerfið í dag þá er það sem eyðileggur vegina og eru mestu flutningarnir, það eru þungaflutningar og almenningssamgöngur. Litlir fólksbílar eyðileggja ekki vegi, það eru trukkarnir. Og ég átti eitt sinn gott samtal við vegagerðarmann þessa vörubíla og hann sagði að það var alveg ótrúlegt að sko vegurinn er byggður og það koma bylgjur frá þessum vörubílum eða þessum þungaflutningum og hann sagði að bylgjurnar sko í toppnum myndi taka stórn hullunga neðst í veginum og breyta því í sand. Þannig að þú ert með gríðarlega mikinn kostnað við að halda þessum 50 tonna trukkum gangandi. Og svo ef þú ferð að hugsa um allan gúmmíkostnaðinn, gúmmídekkin, bremsuborðana, ég fara alltaf upp og niður, út og suður, hröðuna vandamál upp og niður, þetta hefta hraða niður og svo rosalegt eldsneyti að draga 50 tonn upp einhverja brekku. Og svo allir stýribúnaðurinn, öll gúmmíinn og hjöruleiðirnir og stýrisendarnir og allt þetta drasl er alveg svakalega dýrt og allt innflutt drasl. Þannig að þegar menn er að tala um lestasamgöngur, menn er að tala um
einhverja svona borgarlínur og alls konar línur, þá eru þeir alltaf að hugsa það í þessu formi. Þetta er ekki, ef þetta er punktur A og þetta B, þá er þetta ekki styðsta leiðin á milli A og B. Það held ég að, já, ef þú ert ósammála því, þá getur þú sett komment hér undir. Styðsta leiðin á milli A og B, og sjáu þið vegalengdamunin. Miklu styttri vegalengd. Styðsta leiðin á milli A og B er bein lína. Þannig að ég vil gera lestir sem að er engar beygjur á, engar sveigjur og engar beygjur. Og þær fara bara beint, fram og tilbaka eða hvernig það er. Og síðan að hafa einhverja stöðvar þar sem að þú tekur lestirnar yfir aðeins og fleiri spor eða þú getur handlað þær, sko. Og þetta er línan, lestarlínan sem ég byrjaði að tala fyrir þarna 2009. Og ég vil sem sagt ef við hugsum okkur að hérna sé Vestfirðir og hérna er Reykjavík, hérna er Akureyri og hérna er Egilsstaðir, þá vil ég vera með lestarlínu sem er bara beint frá Reykjavík til, eða þú getur reynda tekið, þetta er kostnaði verkfræði náttúrulega, getur tekið upp í Borgarnes, getur tekið þaðan beint til Akureyrar og þá getur þú verið með einhverja snúningsskífu hérna. Reynda getur aðeins sveigt ef þú þarft eða spara mikla peninga til þess að sneiða hjá fjalli eitthvað, þá getur aðeins sveigt járnbrautarlest sem að er ekki með neinn beygjubúnað. Þannig ég vil setja línur eins beinar og hægt er, Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður, Reykjanes. Þessar línur kæmu síðan í einhvern skurðarpunkt nálægt höfuðborgarsvæðinu. Og ef þetta er höfuðborgarsvæðin núna, zoomum inn á höfuðborgarsvæði, þá koma þessar línur inn í höfuðborgina og inn í þennan centralpunkt sem ég var að tala um. Síðan ertu með kannski frá hvað hefur að segja, og ferð bara skurð í gegnum Lækjartorg og Hlemm eða einhverjar, tekur bara svona beina punta í gegnum borgina. Hérna er kannski Breiðholtið og hérna er Grandi dæmi, bara eitthvað dæmi. Og það er bara beint strik þarna á milli. Svo finnur eitthvað skurðapunkt þarna á milli, þar sem þú lætur línunar, ég get kannski búa til hérna, þú lætur línunar skerast allar í sama skurðapunkti. Ég get kannski meira að gert fleiri hérna, veit það ekki. Svo þess að það sem ég er að segja er að það er einn skurðapunktur fyrir alla línunar, beinu línunar. Engir svona ringir eða neitt svoleiðis, bara beinar línur fram og tilbaka og allt keyrt á vindorku og vetni. Og þá getur líka nýtt beinu línuna frá Reykjanesi gegnum Hafnarfjörð og einhvers staðar þar sem að gott er að lenda inn í borginni. Með þessu þá þurfum við náttúrulega að flytja inn eitthvað stál. Járnbrautateinar kosta sirka 20 skall metrinn. Og að byggja upp grúsvegi sem eru 5-6 metrar. Vörubíll er 2,40 að breidd. Þá þarftu að
þetta byggja rosalega breiða vegi og í svona lestarkerfi þá sé ég líka fyrir mér, segjum að ég bjánist nú til að koma til Íslands einhvern tímann og ég mikill bílamaður, ég vil helst ekki sleppa bílnum mínum. Þá segjum ég ætla að fara til Akureyrar. Þá myndi ég bara, ég með hugmynda þróun af svona bílapalli, lesta, bílatrailer fyrir lest. Þá myndi ég bara fara á lestastöðuna, keyra upp á pallinn og parkera þar bílnum, taka lyklana og fara inn í eitt stykkið af lestinni sem væri þá einhver svona sofu- og veitingavagn og væri með interneti og fleira slíkt. Svo ég bara að vinna í rólegheitum eða sofa eða éta eða skýta eða eitthvað á meðan að lestin mallar til Akureyrar. Og það sem að ég tel að allir séu að feila í þessum útreikningum tími. Sko, lest í mínum huga á ekki að vera hraðlest. Hraðlest tel ég vera hugsanaskekkju. Hins vegar þarf lestin að vera þannig að segja mig að ég sé að fara til Akureyrar. Á meðan ég í lestinni þá ég bara að vinna, jafnvel í vinnunni, ykkur verkefni á tölvuna. Það bara upplifun að fara með lestinni og það bara hluti af eðlilegu lífi. Hún mallar, hún náttúrulega ekki að fara á 30 km, ég ekki að segja það, en hún þarf ekki að fara á 300 km. Hún getur, sko, lest með svona beinni línu getur auðveldlega haldið 100 til 150 km hraða án nokkura hættu. Og með því að nota lest þá þarft ekki nema cirka 2 metra breiða vegi alls staðar. Og ég með okkur hugmyndur hvernig hægt að leysa þessa vegagerð. Sko, möl og grús mjög veik undirbygging. Hins vegar steypa mjög sterk. Og steypa í rauninni ódýrasta byggingarefni veraldar. Þú tekur bara einhverja grús og möl úr vegkantinum eða úr náttúrunni og blanda það með sementi í hlutföllunum cirka 200-300 kíló á hver tonn, 30%, 20-30% sement og 70-80% bara grús sem þú tekur bara úr næsta fjalli eða næsta stað. Og það liggur alls staðar land hæft steypuefni. Þannig að þetta mjög ódýrt að gera ef þú hleypir ekki þessum helvítis háskólaplebbum öllum að sem allir á málum hjá Rothschild og olíufustunum og Soros og Sameinuðu þrjótunum og að vinna fyrir öll þessi pólitísk öfl sem að ekki að vinna eftir neinu heilbrigðri skynsemi eða common sense, heldur að vinna á skipulagðri heimsku. Og þessi hugsjón mín og nú menn að tala um einhver svona sérstaka vegi fyrir strætó, þetta bara, oh my god, sko, þetta er svo mikið rugl, það ekki hægt að svara því einu sinni. En sko með því að taka þessar beinu línur í gegnum borgina og ef þú hefur þar alltaf beinar, kannski getur gert þetta á blaði, ég veit það ekki. Sko málið ef þú hefur línunar alltaf beinar í skurðapunkti, þá mjög auðvelt sko að þetta getur farið til Keflavík, sjáðu ekkert, ég ekki teiknað fyrir mig bara. Keflavík, svo Hafnarfjörð komið inn, alveg þráð bein lína sko. Svo þetta kannski, þetta á Breiðholti og einhver annar og svo þetta bara með eina skiptustöð þar sem hún hleypur á milli. Og ég tel að lykillinn séu þessar þráðbeinu línur og engin beygjubúnaður eða neitt í lestunum, bara beint strik áfram.
og menn að tala sjálfstýrða bíla og núna gríðarlega mikið að fréttum af Tesla bílum sem að springa í loft upp alls staðar, þess að líka og fólk brennur lifandi inn í, það voru núna 3 einstaklingar sem brunnu inn í Tesla. Batteríin eru svo rosalega eldfim og liggja undir í botninum. Þannig að þetta Tesla sjálfskeringa bíla rugl bara svona saman þrjóta útópía og lýsir enn og aftur heimsku háskóla samfélagsins og þetta Agenda 21 trúfélagsins, CO2 trúarhópsins. En sko, ef þú ert með beina línu, þá ertu hins vegar komið með forsendur fyrir autopilot. Að það 1000-falt ódýrara að autopilota lest á spori heldur en bíl í umferð. Og svo getur þú skeilað þetta, sko, getur haft stórar lestir sem að fara, stærri sem að fara Reykjavík, þannig að Akureyri, svo getur við verið með minni en alltaf þessa beinu línur, sko. Og alltaf sama sporvítin, sko, það getur verið með já, þannig að það grunnhugsunin sem þarf að nota í þetta. Og þetta líka ódýrasta, hagkvæmasta og mest langvarandi lausnin. Já, það sem ég var að segja á þann, að í staðan fyrir að nota grús, þá myndi ég vilja nota steinsteypu. Og þú getur sko gert súlur úr steinsteypunni og drillar það niður með og rekur þar niður í fast, sko. Og svo byggir þú ofan á súlunum bita og þá bara svífur yfir landið og ert ekki með þessar þú ert ekki með þessi bylgjuvandamál sem ganga svona langt ofan í jörðina. Steypuvirkið tekur bylgjurnar og án þess að gefa sig, sko. Þannig að ef að einhver sómi eftir í ráðamönnum þjóðarinnar, þá myndi þau nú bjóða mér verkefni að vinna í þessu hugðarefni mínu sem að ég lagði þarna fram og hefur nú aðeins tekið flug. Og í hugmyndunum lest frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur réðu þeir háskólaprófessor sem að kom upp með einhverja milljarð á metran eða einhverja ævintýratölur, því þessu kalla kunni ekkert annað en að reikna vitlaust. Þeir kunni ekki að reikna einfalda hluti. Og þetta, en náttúrulega ef ég kosinn forseti, myndi ég gera þetta á ákveðnu forgangsverkefni. Nýta allt sem að náttúran hefur á Íslandi til þess að gera þetta. Og ég myndi meira segja vilja að Íslendingar myndu hanna, eða þess að ég myndi vilja taka þátt í að hanna lestavagnanna, eins og til dæmis með það að taka bílana borð og þungaflutningarnir, þessi 50 tonna trailerar, þeir myndu allir fara á teinana, sko. Þannig að þeir væru bara þú þarft ekki þess vegna ekki að fara með bílinn, getur bara hent trailernum borð, sko. Sleppur honum af á þessum vagni eða hvernig það gert. Og svo bara annar bílstjóri sem pikkar hann upp í Borgarnesi eða Akranesi og þá allir vörubílaflutningar bara lokal. Ég meina, getur ímyndað að flytja 50 tonna trailer frá Akureyri til Reykjavíkur eða Keflavík til Reykjavíkur, hvers konar akstur þetta alveg konstant. Og með lestakerfinu þá mjög auðvelt að vinna logistikina. Þá ertu bara í Keflavík, hendir gámunum á lestina og svo bara mallar hún áfram, sko. Og meiri segja getur verið með það þannig eins og póstkerfin sem svona rör
loftrör. Það er að fara með þetta lengra. Það er að fara með þetta, það er langt að gámannir koma frá Keflavík. Þetta er svona Axels lest 2.0. Axels línan, eða hvað hefum að kalla þetta. Að þá getur við verið með eitthvað kerfi að þegar vagnarnir koma þá sortar þá automatist ef það er eitthvað atriði, en það hefur nú væntanlega ekki mikill mannskapur sem þarf að sinna þessu. En þetta tel ég að sé stóra málið. Og bara þú reiknar upp gúmmígjöldin og díselinn og stýrisendana og alla varhlutana í þessa bíla og bara aksturinn, bremsa, taka á stað, bremsa, hann kemur bíl sveigja fram hjá honum, öll umferðin og allt kjaftaði, þetta er bara algjört rugl og strætó er akkurat þetta rugl. Þú þarft að vera með bara beinar línur og getur tekið það í gegnum fjöll eða hvernig það er, göng eða að reyna að fá það sem bara level línu eins og hægt er. En allavega það sé nánast engin beygju búnaður nema þá að sé hægt að sveigja á einhverjum 1-2 kílómetrum eða nokkrum kílómetrum sveigjuru Þá þarft ekki þessi beygjusystem sem er alltaf að beygja. Þú ert að keyra trailer með vörur, 50 tonna trailer, þá ert alltaf að beygja Þú ert alltaf að stýra, en ef þú ert á spori þá þarftu bara svona til þess að þarf bara kannski eitthvað sem getur bara á gormi gefið aðeins eftir á meðan þú ert að fylgja sporinu. Þannig að þetta er mín vision og ef að einhver er að horfa sem að er góður blender teiknari eða svona 3D artisti þá auglýsi ég hér með eftir því. Ég hefði mjög gaman að því að setja upp eitthvað demo af þessu og náttúrulega ef að einhverjir sem er að vinna í þessum málum vilja fá alvöru ráðgjöf inn í málin og svona uppfinningamann eins og mig og skapara, þá er ég svo sem alveg að leita verkefnum, góðum verkefnum. Og þetta er mjög mikið þjóðþrifamál fyrir Íslendinga til langs tíma. Og sérstaklega ef þú ert með vindmyllurnar í dæminu sem að snurra bara upp á fjalli og framleiða vetni sem þú hellir síðan sem þú setur síðan bara í lestina. Málið dautt. Og vetni er alveg frábært fueling system. Þarf ekki að flytja inn eitt dísil eða neitt. Og hráefnið í vetni er bara saltvatn, bara sjór. Bara dælir sjó í tank, setur rafskaut þar og upp stígur vetni. Og það getur þú sett síðan, spurning hvar þú hefur vindsnururnar og vilt náttúrulega ekki hafa þær í miðbæ Reykjavíkur, en þú getur haft þær einhvers þar aðeins út úr bænum og verið síðan bara með gasleiðslu inn á fyllingastöðvar. Þannig að þetta er mín uppfinning, þetta er mín lausn á þessu vandamáli og endilega setið í kommentin hérna undir ef þið eru sammála eða ósammála eða viljið bjóða mér að ráðgefa verkefni við þetta eða hönnunarverkefni. Og er það ekki sanngjarnt að sá sem ýtti lestarhugmyndinni úr vör fá að njóta þess. En ég ætla að tala um eitt hérna. Þessi vídeo sem ég er að gera núna, það er eitthvað limit á þeim, þannig að síðasta vídeo köttaðist svolítið snöggt þegar ég byrjaði að tala um fjölskyldumáli mín. Ég ætla að gera sér vídeo um það sem ég tala um martröðuna mína í barnæsku. Og þannig að það vídeo kemur jafnvel bara í dag. Ég ætla að setjast niður núna
Það er hérna einhver þjóðháttadagur Normanna, enginn vinnur á slíkum dögum alltaf. Hér er allir að flagga norskum flöggum og fara í þjóðbúninginn og ég er að tala við þig. Þannig að ef þú situr háskólamennta fólk og pólitíkusa sem er nú reyndar sami grauturinn, þá færðu bara ótreina vitleysu sem er óbúslega dýr og þú borgar. En já, munið að styrkja Frelsi TV, það eru linkar hérna undir sem að bjóða upp á það. Það er alltaf gott að styrkja gott starf. Ég ætla jafnvel að reyna að endursetja Frelsi TV í loftið. Ég kom með hugmyndir hvernig það gæti litið út. Og hérna endilega munið að dreifa vídeóunum og tala vídeóin. Ég er í shadowbanni þannig að fólk sér ekki vídeóa mín eða póstana mína mikið lengur. Takk fyrir komuna, verið þið sæl.